15 hólan, mjög krefjandi par 4 hóla, teighöggið tiltölulega erfitt. Maður þarf að koma því vel í leik og innáhöggið svo til blind. Þannig að hvað hefurðu hugsað þér að gera, Óli, af teig? Sko, teighöggið svolítið krefjandi. Já. Og þetta annarkvort að taka hérna svona 4 járn og hreinlega bara einbeita sér að hitta brautina eða ég reyndar að velta fyrir mér að taka 3 tré líka og bara sækja. Já. Þannig að þá þarf ég að draga boltan svolítið til vinstri. Já. Og hvort verður fyrir valinu? Ég er ekki alveg búinn að gera það upp við þig? Nei, ég er að hugsa það. Já, þú kíkir á það. Þessi gæti verið í smá vandræðum, aðeins og langt þarna uppi vinstra megin. Ég sá að þú tókst 3 tré. Eitthvað sérstök ástæði fyrir því? Nei, ég ákvað bara að sækja. Ég var samt í einhvern veginn, mér leið aldrei vel hérna yfir þessu. Nei? Ég hef eiginlega bara átt að stoppa. Já, byrja upp á nýtt. Já, ég var einhvern veginn. Ég sá það strax að þú varst ekki alveg ákveðin í hvora kílónu þú ætlar að taka og það er betra eins og þú segir, bara að ganga út úr högginu eða gefa sér þá aðeins meiri tíma í ákvarðanatökuna. Þú veist, þú þarft að vera sáttur við höggið áður en það er slegið vegna þess að ef maður er með þetta svona, já, af hálfum huga, þú veist, er ekki alveg viss hvort að þetta sé rétt ákvörðun og svona, þá yfirleitt fer þetta í neikvæða átt. Þannig að við skulum sjá hvað, ég held að við séum í smá vandræðum núna. Ég held að þú veist, vinstra megin við þessa braut er ekki það sem við viljum vera. Við sjáum hvað setur. Já. Við lærum að þessu. Við lærum að þessu. Já, Óli, hvernig líst þér á þetta? Ekki vel. Nei, þetta er svona, það liggur náttúrulega bara mjög illa eftir jót hérna sikkur megin við og tréð er að trufla aftursveifluna. Ég gæti náð draumahögginu og náð honum sko... Tekið sénsinn. Tekið sénsinn og náð honum svona eitthvað í kringum gríni en... Það gæti kostað okkur líka, högg, ef það hefnast ekki. Já, það getur kostað okkur. Þú veist, fleiri högg, en ég held að ég vil bara sætta með það að ég er búinn að tapa högginu, það gerist áðan. Það gerist á teignum, þú veist, við missum teigið í þessi vandræði. Já, nú erum við svona nokkurn veginn óslávanlegir. Það sem er réttast er bara vippa honum hérna inn á braut, sætta sig við þetta högg sem ég er búinn að tapa. Já. Og reyna svo bara þaðan að bjarga parinu. Þú veist, það er meiri möguleiki heldur en að... Já, hérna á fólk það til, hérna er náttúrulega, við þurfum ekki að taka víti hérna, þú veist, boltinn liggur ekki það illa að við getum ekki vippa okkur inn á brautina. En svona margir brenna sig á því að fara að reyna, þú veist, líkurnar á því að ná honum inn á flöt úr þessu eru, myndi ég segja, 40% og það eru margir sem ganga inn á það líkur og fara að reyna og endar í því að þeir tapa kannski 3-4 höggum í staðinn fyrir að tapa mestalagi einu og jafnvel ekki verra en til dæmis par. Ef við náum að vippa honum í leik, þú nærð góðu, þú veist, pitsi eða innuhöggi, kemur þér í færi og hver veit nema við náum okkur bara í par. Og í versta falli einn yfir, ég meina við bara sættum okkur við það. Já, erfið hola. Erfið hola, þar af ekki. Heyrðu, það leyfa þér að koma að þessi leik. Þetta er fínt, boltinn kominn í leik og nú er bara að ná upp einbeitingunni fyrir þetta högg, taka þetta, mæla, fjarlægð og reyna að koma þessi færi fyrir par.
Við erum allavega konum aftur með boltan í leik. Það skiptir miklu máli. Hvað er þetta langt, Óli? 58 metrar. 58 metrar. Það er flott. Hvaða kíló ertu með í það? Ég er með sandjárni. Ok, sjáum hvernig það gengur. Þessi lítur vel út. Óli, þetta var fínt innhögg. Já. Eftir að við vippum okkur svona í leik þannig, nú erum við að fara að gera til raun að ná pari. Já. Það væri nú bara ansi gott miðað við að hafa tapað þarna einu höggi. Já. Það verður aldrei meira en 5 eins og þú sagðir aðan. Nei, nei. Bara, við hefum getið tapað fleiri höggum ef við hefum tekið sénsinn, en ég hef góða tilfinningu fyrir að við björgum parinu hérna. Já, við skulum sjá hvernig það gengur. Þetta er aðeins niðri móti pútt, sýnist mér. Já. Og ekkert rosalegur halli á þessu. Aðeins frá hægri til vinstri væntanlega frá þér séð. Svona miðað við hvernig þessi flöt hallar öll sömul. Glæsilega gert. Parið. Þetta var góð ákvörðun eftir slæma í fyrsta högginu á þessari braut. Þá tekur slæma ákvörðun í raun og veru en gerir restina listavel. Vippaður út á braut, gott inn á högg og síðan pútt í miðja hólu. Redduðum pari og eftir þessar 5 hólur þá erum við 2 undir par. Og erum að fara á 7. hólu sem er virkilega krefjandi par 3 hóla. Við skulum kíkja yfir á 7. take.